Góðan daginn, kæru vinir og velkomnir hingað. Við ætlum að gera eitthvað sem Drottinn vill að við gerum og við hefjum bara ferð með honum. Hann er í skutt og með stýrið sveifina í hönd og við vitum ekki alveg áfangastaðinn en vitum að heim komum við með nokkurn afla sem mun gagnast okkur til síns brúks og gefa okkur með litlar tekjur og auðvitað líka fæðu sem við munum með réttum aðferðum lifa lengi á og njóta. Fyrir allt eftir því svona hvernig við tökum við og hvernig móttökustöðurnar okkar eru. Þess vegna er það ágætis leið og byrjun að hreinlega bara kveikja á þeim og leyfa móttökustöðunum okkar að soga þetta allt til sín og í sig sem að frá munni Drottins kemur, því að það er nú bara gæfusporið okkar mitt og þitt. Og þetta svo sem vitum við alveg en í lagi með árétta vegna þess að við gætum alveg verið með einhvern annan þanga sem að kannski væri ekki alveg að meðtaka þetta, það væri kannski ekki alveg að vinna með, sem er kannski réttar orðið. Við vitum margt, skiljum margt, en gerum ekki alltaf vinnuna sem þarf til þess að auka við skilningin, þekkja orð Guðs betur og þar með hans sjálfan, því hann er orðið. Hann talaði orðið og hann segir sjálfur einmitt til þess að undirstrika þetta allt, að ekki stafkrókur muni þaðan burt numið. Og þetta er nú aldeilis flott orð fyrir okkur sem að þurfum á þessu haldreipi að halda, að geta fest hönd okkar í einhvað, sem er fast í einhvað sem hreyfist ekki. Og þarna kemur trúin til skjalana. Hún segir við mig, Konráð, þetta er til, þetta er orð Guðs. Og það er einmitt það sem við erum að gera hér. Við erum að árétta það við okkur sjálf og auðvitað þá sem heyra og vilja taka við, að við þurfum að byggja undir þetta. Og þeir sem eru hygnir og skynsamir eins og ég veit að þú ert, þarf ekki mikið að rökræða við sjálfan sig hvað hér sé við átt, sem þarf ekki nema að horfa í eigin barm og þá sér hann rótið sem er á. Hugsanirnir sem koma og jafnvel kveikja upp gremju og allt það sem að ýtir svolítið burtu orðið Guðs, að það næri ekki að vinna alltént það sem það vill vinna í deginum vegna hinn sem kom. Þarna liggur baráttan. Þannig það er ekki endilega þetta og við bara þetta Satan og gerum við svona, klórum okkur í hausnum og heldur er það bara þetta sem við erum að tala um. Eins og við höfum oft sagt hér, erum við vernduð og varin af Satani og vélabröðum hans. En það segir í orði Guðs að okkur sé ekki ókunnugt vélráð illskunnar. Reyndar ekki orðað svona en þetta er hugsunin. Þannig við vitum margt. En vitum við að orð Guðs er það sem að ég og þú þurfum að blína á í dag. Ekki fyrirfram að gefa okkur að Satan standi í vegi okkar allstaðar. Það getur vel verið að gera það einhvers staðar, en ég held að sé ekkert að standa í vegi fyrir okkur allstaðar. Af hverju?
Drottinn fer í fylkingabrjósti. Og hvað? Jú, hann ríður honum burt síðan. Af hverju ríður hann honum burt? Til að þú verðir ekki var og vör við hann. Þetta er nú það sem hann er að bjóða, hvort sem er mér eða þér, vegna þess að hann tók okkur að sér. Og hvað merkir það? Allt. Það merkir beinlínis allt. Mig í faðmi hans, í fangi hans, mig í hönd hans sem leiðir mig frá morgni til kvölds. Hvað er það Satan að þvælast fyrir? Af hverju eru menn með þessa hugsun? Hver veit það? En ég veit bara að hugurinn spinnur og vinnur og er mjög iðinn við að spinna og vinna, en sjaldnast að segja okkur sannleikann. Það er eitt af því sem maður veit, og ég er viss að þú veist þetta jafn vel og ég. Hvað stendur þú eftir? Sannleikurinn. Og við finnum hann hvar? Jú, í orði Guðs. Þess vegna skal honum lyft, honum hampað og hann veginn og metinn á þessari vogaskál, og við skulum búa þannig hnúta að Drottinn fái að sýna okkur niðurstöðu sína, að sannleikurinn er sagna bestur og að hann vegi þyngra en hitt, og að ég tala nú ekki orð ódamarins sem er fallin, sem er róin inn að skinni, á ekki til neitt sem heitir æra og alls engan velvilja Guðs. Þannig hann er ekki þessi fyrirstaða sem að við svo oft viljum meina, og margir eru bara fastir þarna. Þetta er svolítið dapurlegt að hugsa til þess hvað margt af mínum ágætu kristnu vinum, bræðrum og systrum eru bara föst þarna. Af hverju? Af því að við erum tilfinningaverur. Það er engin ástæða önnur, og við erum að sjá alls konar fyrirstöður í því sem við erum að gera, og við erum orðin svo einhvern veginn vissum fyrirstöðuna að ef við erum að fara eitthvað, þá bara vaknar eitthvað í okkur og það er komið fyrirstaða. Við segjum, ég broti Satan, hann er komin enn, en hver segir það? Við erum búin að byggja upp þessa hugsun að nú ætlum við að fara að vinna í Guði, og þá kemur fyrirstaða. Og svo höfum við að vinna í Guði og við upplifum einhverja fyrirstöðu. Þannig að við sjáum veikleika minn og veikleika þinn. Ég er ekkit öflugur þú þarna. Ég er búin að upplifa allt saman og ég veit alveg hvað ég er að tala. Og ég veit alveg hvað menn er að tala sem tala með þessum hætti. En þessi hugsun þarf að víkja. Og hvað víkur þessu burtu? Orðið trú. Haldgóð, rétt þekking á orðið Guðs. Það víkur þessu burtu. Þetta er það sem við ættum að vilja. Og ég veit að við viljum. Við verðum að læra að skilgreina tilfinningar og það sem Drottinn er og vill að við gerum. Já, ég er komin inn á þá skoðun í dag að einmitt þetta að við höfum byggt upp í okkur einhvað sem segir við mig þegar ég er að fara að vinna eitthvað í Jesú nafni, hann er bara komin einu sinni enn. Og við upplifum eitthvað í okkur sjálfum sem að heitir fyrirstaða. En ég segi er ótti, kvíði, hræðsla. Við vitum, við höfum þessi dæmi öll, við vitum til að mynda bara í lífinu að við erum að fara að gera einhvað. Við ætlum að gera það á morgun eða hinn. Og við reiknum með að það verði erfitt og við byggjum upp í okkur einhvað sem er náttúrulega ekki rétt ef við vitum ekki hvað gerist þá.
byggjum upp í okkur eitthvað sem að veldur því að við erum ekki róleg. Þekkjum við þetta? Við þekkjum þetta. Þetta er það sem kemur upp þegar við erum búin að byggja í okkur þá sannfæringu að Drottinn sé að senda okkur og þá komum við hinn með einhverja fyrirstöðu. Halló, gengur ekki upp. Drottinn fer í fylkingar brjósti. Hvað erum við að segja þarna? Við erum að benda til ritningarinnar sem svarar öllu þessu spurningum. Akkur er þá hitt svona rosalega grassirandi? Að því að það hefur ekki lengi vel verið rétt kennt í söfnuðunum. Þannig að þessi hugsun er allstaðar inn í þessum ágætu söfnuðum og þú heyrir þetta af allt og margra vörum að hann bara kom bara og ég ætla að fara að gera eitthvað í þessu nafni. Kjaftaði. Þetta býr allt í okkur sjálfum. Við erum að byggja upp í okkur alls konar sem við ættum ekki að gera, sem stafa af ótta og kvíða og jafnvel hræðslu. Við tókum mynd af einhverju sem við þurfum að gera. Það getur verið margt og sumt af því sem við þurfum að gera reiknum við með að sé erfitt og getur alveg verið erfitt en það þarf ekkert að vera. Við þekkjum þetta, þessi gömlu hundar eins og ég, við vorum að fara í bankastjóran í gamla daga og þvílíkt sem manni kveið fyrir að tala við þessa blessuðu menn. Fyrir svo utan það vorum við náttúrulega 100% vissir að við fengjum ekkert lán. En við dröttuðustum á stað að því við sögðum við sjálf okkur að við þyrftum þetta lán. Og svo mættum við. Og mættum bara góðu viðmóti. Og oftast nær fórum hann út með víxil, þetta var nú víxlar þá, var nú yfirleitt þannig. Og þess að neitt mál væri. En þvílíkt sem hann var búin að búa til ódám í kringum þetta allt saman. Í dag myndum við segja, hann er bara komin hann að bara fyrirstaðanlega og maður ætlar að fara að gera eitthvað í þessu nafni. En hvað er fyrirstaðan? Þú ert sjálfur og sjálf fyrirstaðan. Þú þekkir ekki orð Guðs nógu vel. Og þú hefur ekki leyft orði Guðs að byggja upp í þér sitt orð. Og þegar þetta kemur upp, þú ert að fara að gera eitthvað í Jesú, þá kemur ekki upp þetta, hann er bara kominn strax. Heldur kemur upp, Drottinn fer í fylkingabrjósti. Hann ríður brautina. Er þetta ekki orð Guðs? Hvar sérðu allar þessa fyrirstöður sem Satan á að vera með fyrir menn, en við veitum alveg hver hann er. Hann getur alveg gert þetta, mögulega getur hann þetta, en ég held að hann hafi miklu minna tækifæri til þess en okkur órar. Það held ég. Þannig að þetta er allt saman byggt upp í okkur sjálfum. Ég vorum að draga þetta mynd af öðru, veraldlegu, bankastjóra greiði sem við vorum svoleiðis farnar að kvíða fyrir að hitta, að við verðum bara veik, allt upp undir það, sumir bara verða veikir þegar að því kemur. En fara nú samt, en mæta engu nema bara lífi viðmótið. Þannig var það nú yfirleitt og alltaf. En því miður þá voru þessi lánmanns ekkert að gera manni gott, það er allt annað mál. Akkur voru þau ekkert að gera manni gott og akkur fór maður í þetta því maður var á öðrum stað þá en maður er í dag. Það við erum varin og venduð og hann kemur inn í þetta allt í dag. Hann gekk þannig frá málum hjá mér að lántaka er ekki inn í myndinni. Ég er mjög sáttur við það, þannig að ég þarf ekki að glíma við þau ósköp. Og ég get sagt þér það að þessi hugsun að hann er bara kominn, hann er bara fyrirstaðan, er ekki lengur til staðar. Ég finn enga
fyrirstöðu. Þetta fann ég hann einhvern tímann sjálfsagt, en það er löngu liðin tíð. Af hverju? Af því maður fór að hugsa þetta upp á nýtt. Maður fór að beita fyrir sig orðin og skoða orðið og lifa því að kenna sér leksíuna, og það segir: Drottinn fer í fylkingar brjósti. Af hverju er þetta þarna? Það er mér til þess að gera mig og þig og okkur róleg. Hvað segir þetta mér? Það kemur engin mæða upp. Það segir mér að það kom engar hugsanir upp einhverja fyrirstöðu. Hún var ekki til staðar. Ekkert frekar en var þegar maður var að fara í eitthvað viðtal alveg svoleið, bara með kvíðan upp fyrir all mörk. Svo gerðist ekki neitt. Hver þekkir þetta ekki? Það er sama með hitt. Þú heldur áfram og finnur eitthvað ónot í hjartanu, ég þekki þetta alveg. Vinnur verkið, kemur tilbaka og þú bara sér blessun í gegnum þetta allt. Hvar var þó fyrirstaðan af völdum Satan? Hvar? Hún var ekki þarna, hún bjó með þeir sjálfum og sjálfri. Af hverju vill Drottinn tala til okkar með þessum hætti? Vegna þess, hann er að fyrirbyggja það að einhver sé að setja á þig einhvað sem er ekki til staðar. Og hvað segir hann meira? Satan er sigraður. Og ef við viljum meðtaka orðið sigur, hvað merkir það? Ef þú sigrar eitthvað, þá ertu leið búin að ýta honum til hliðar. Það er sama sem gerist með Satan. Hann var sigraður. Kristus sigraði hann á krossinum. Hvað þá svo? Hann ýtti honum til hliðar. En eftir stend ég með alla mína hugsanir, með alla mína tilfinningar og alla mína þanga. Þetta er glímuefnið. Ég byggi upp í mér einhvað, svo eru við náttúrulega alveg einstaklega duglegir við að tala okkur til. Við erum búin að tala okkur til í gegnum áratugina að Satan sé fyrirstaða. Og við bara trúum þessu. Ef að Satan er fyrirstað, ég veit að hann reynir sjálfsagt alls konar, ég segi það bara, það lítur að vera. Og þá kemur hitt, Drottinn fer í fylkingabrjósti. Af hverju viljum við ekki meðtaka þetta? Af hverju viljum við ekki meðtaka það að tilfinningarnar okkar eru ekkert alltaf að segja okkur satt, en þær koma upp og þær búa til alls konar þanga. Hver veit ekki þetta? Við drófum með mynda að bankastjóragreina því að mörgum var svo svakalega kvíðvænlegt að hitta þá blessaða kallana. Þekkjum þetta. Þetta var bara stormur í vatnsglasi. Við komum og það bara var allt opið. Eða kannski fengum við ekki lánið, en það voru ekki læti, það var ekki neitt svona sem skeði. Já, fengum við, og en stundum fengum við líka nei. Það er líka svar. En ekkert annað neitt kvíðvænlegt og ógnvænlegt sem að við aftur á móti og öndvert gátum vel hafa búið til í eigin hugskoti. Það er sama með hinn. Við erum að fara og það kemur náttúrulega kvíða hugsun upp. Við segjum hann er bara mættur og yngbrótt, Satan. En við höldum áfram. Ég held að flesti gerir þann reyndar. En hitt kemur að því að menn eru orðin vissir það. Við verðum að sjá þetta rétt augum. Hitt kemur, ég var viss það myndi koma. Og það kom. Með mér sjálfur. Og aftur tökum við blessaðan bankastjóran sem við vorum búin að byggja upp hugsanir og kvöldi áður
vorum við að samfærður það, þetta nú lítið fyrir mann að vera að tala um bankastjóra, maður myndi ekkert fá, en samt voru maður að maður búin að panta tíma og fór út með þessa peninga sem maður var að biðja sem að vísu kom í hausinn á manni eftir á vegna þess að maður stóð svo illa í skilum, en það var ekkert bankastjórunum að kenna, aldrei ekki, það var bara mitt kærleysi að kenna. En aðdragandi var þessi. Það vakti mann upp þvílíkan kvíða, sama gerist, að maður var náttúrulega vissum að það var ekki til neins fyrir mann að fara. Sama gerist þegar þú ert að fara eitthvað í Jesú nafni og þessu hugsun kemur upp. Þú ert búin að byggja hana upp sjálfur og sjálf. Mundu það. Hvernig losnar þú við þetta? Með tækinu sem þú átt og ég á og við eigum, orði Guðs. Með orðunum þar sem segja meðal annars, hann fari í fylkingabrjósti fyrir sínum mönnum og konum. Og við getum beðið Drottin að skýra út fyrir okkur hvað þetta merki. Reyndar held ég að við vitum hvað þetta merki. Fylkingabrjóst, liðið sem fer í fylkingabrjósti, það hreinsar götuna. Kristur reyndar einn og hann getur allt, hann öflugur og hann þarf ekki neitt með sér, hann bara ryður brautina. Við erum að ferð, Kristur er fremstur og þeir standast ekki honum snúning. Þegar hann kemur, hlýja þeir sem fætur toga. Það er það sem gerist. Hvar er þá þessi Satan sem er alltaf að standa í vegi fyrir mér? Hvar er hann? Hann er sigraður. Það er búið að ýta honum til hliðar. Það er nú sannleikurinn hann. Og þetta útskýri, hann er í heiminn og hann ræður öllu þar, við vitum allt um það. Það er hins vegar skýringin á því að hann er sigraður, það er að segja, hann gagnvart okkur er að sigraður sem eigum trú. En hann er með hina sem eigi ekki trú og vinnur því syngt og heilag að mata fólkið á og það verður trúnni afhuga. Það er leiðin hans til þess að halda sinni þvælu áfram. En gagnvart okkur gerist ekkert slíkt. Þetta er það sem orðið er að tala. Og ef þú skoðar það aðeins með svona gagnrýnisaugum, svona ákveðnum, sérðu að svona er þetta. Hann fer í fylkingabrjósti, hann er með mér í verki sem trúaðri manneskju vegna þess að hann er búinn að undirbyggja sigurinn. Hann ætlar að blessa mig, og segðu þetta með mér sem ert á sama stað að vinna í Jesú nafni, hann ætlar að blessa mig með sigrinum. Hann er í hendi. Hann er í hendi frá fyrsta skrefi sem þú tókst. Tilfinningarnar sögðu þér annað. Þau sáu einhverja fyrirstöðu frá óvininum. En ég segi, voru frá þér sjálfum og sjálfur komið. Eitthvað sem þú hafði byggt upp. Og við erum búin að taka hérna okkur dæmi um það hvernig við byggjum upp í okkur einhvað sem að verður fyrir okkur sannleikur og rúmlega það, en var svo bara hvorki fugl né fiskur, ekki neitt. Og við gengum þangað sem við ætlum að fara og fengum jafnvel það sem við ætluðumst til að fá. En kannski gerðist það ekki alltaf, en við fórum án nokkura hindrana. Hindranirnar voru allar í mér sjálfum. Og þetta er ekki erfitt verk að komast að, bara við komumst á þann stað að skoða okkur með þessum hætti. Þó opinberast líka við hvað sé að eiga.
Þetta er það sem maður hefur lært í gegnum sína trúargöngu. Þetta er það sem maður hefur komið stað í gegnum sínum trúargöngu, en var á öllum þessum stöðum sem allt of margir eru á enn þann dag í dag. Þannig ég veit alveg um hvað ég er að tala og ég veit alveg hvað fólki er að pæla. En ég segi, þetta býr allt í mér sjálfum. Þetta er ekki erfitt að sjá þegar maður er kominn þangað þar sem maður getur verið að horfa á þetta með þessum augum. Við munum aldrei sjá þetta þessum augum ef við komum okkur ekki á staðinn þar sem þetta er mögulegt að skoða frá þessu sjónarhorni. Og allt önnur mynd blasir við. Og upp kemur reikningaversið sem þú veist að Drottinn fari í fylkingabrjósti. Og með fleiri orð, Satan er sigraður. Hann er ekki lengur þetta ógnarvald fyrir mig sem trúaðarsmanns og hann var og með ég var í syndinni. Þar var ég bara leiksopur hans. Og syndin og heimurinn fer ekki vel með nokkra manneskju og þetta vitum við. En við komum með þetta allt í ranguðs þegar við frelsumstum, því að það tekur tíma fyrir okkur að vinna þetta drasl úr okkur, en þar hefst þessi vinna. Hún stingur á þessum kýlum, hér og kýlum þar. Og við segjum, hei, þetta bjó allt í mér sjálfum. Þetta er eitthvað sem ég sjálfur náð að byggja upp frá gamalli tíð og lengi lifir að fyrstu gerð. En þó að við höfum byggt eitthvað upp frá gamalli tíð er enginn sem segir mér að það sé hið eina sanna og rétta. Margt sem við byggðum upp frá gamalli tíð var hrein bábilja. Bábilja sem trúnni orði Guðs hefur tekist að kasta burtu frá okkur og gefa okkur frelsi. Drottinn vill að við séum frjálsar manneskjur og hann veit hvernig hann býr til þetta frelsi í mínu hjarta. Hann leyfir orðinu að vinna og kasta því út sem þarf að kasta út. Og það er verk orðsins. Þessna segi ég ekki lengur að Satan hann er að standa hér í verkefnin. Ég veit að það er ekki þannig. En segi mér auðvitað allt um það að hann er þarna. Hann er ekki fyrirstaða fyrir mér sem trúaðri manneskju. Og ég hef það fyrir mér sem ég hef verið að tala um hér. Drottinn fer í fylkingarbrjósti fyrir sínu fólki. Það er mjög mikilvægt að við skiljum þessi orð. Margir reynda að skilja þau. Þeir tala heldur ekki svona, hann er að standa fyrir mér. Og ef við förum aðeins dýpra í þetta og skoðum þetta aðeins betur, þá sérðu ekki mikið það í orði Guðs, í Nýja testamentinu sérstaklega, þessa fyrirstöðu Satans. Ef hann væri þessi svakalega, ofboðslega fyrirstaða, þá hlýti að vera skráð og skrifað og kennt meira um þetta atriði. En þú sérðu ekki mikið af þessu þar. Við sjáum freistingargöngu Jesú. Og þar kemur nú aldeilis flott kennsla um þetta ef hann er að þvælast fyrir okkur, getur alveg gerst, þá beitum við fyrir okkur orðið Guðs og hvað? Hann þagnar. Svo heldur hann áfram og þú beitir fyrir því orðið Guðs eins og Jesú gerði. Og hann heldur áfram þangað til hann gefst upp og segir þetta þýðir ekki neitt fyrir mig, ég bara verð að reyna að finna eitthvað annað. Og hvað var þetta annað sem að fann? Fólkið sem á ekki til trú. Það var það sem að fann. Þannig að það má segja að hann hafi gefið þessa kristnumenn bara upp á bátinn á vissan hátt, en hellti sér yfir fólki sem var með engar varnir uppi og getur ekki, og ætlaði að reyna að koma því svo fyrir að tryggt væri að ekkert af þessu fólki
færi að hugleiða orð Guðs. En af hverju það að hugleiða orð Guðs? Af því að vandræðamenn eins og ég og þú sem trúum á Krist, vandræðamenn í augum hans þá, erum alltaf að. En það segir orð Guðs, þér eru salt jarðar. Og hann segir þetta við mig að ég sé salt jarðar, og hann segir við mig líka, vertu þá þetta salt jarðar sem þú ert. Og ég segi þið vera, segir Drottinn. Þetta það sem við eigum að gera. En ekki þetta, hann kominn hann kominn sem fyrirstaða. Klórum okkur alltaf í hausnum þegar við erum að tala svona, því okkur finnst það einhvern veginn skerpa. Sumu finnst það. En þetta ekki svona minn kæri vinur, ég veit ekkert hvernig hún tekur þessu. Því að þetta er svo greift í okkur. Satan, hann stóð fyrir mér. Ég ætla að vera að vinna hann í þessu namni, svo stóð Satan fyrir mér. Og sem alveg slást við hann eins og ég veit ekki hvað. Þú þarft ekki að slást við Satan. Ef hann álpast fyrir þig, þá segir þú vík brott Satan. Og hann farinn. Það ekkert mál að losna við hann. Sumir reyndar eru komnir á þann stað að segja þetta, bara ekkert mál að losna við hann. Og þeir hafa orð fyrir þessu í orði Guðs. Satan er sigraður. Hann misti alla vonum einhvern sigur þegar að Kristur andaðist á krossinum án þess að segja styggðar yrði eitt eða neitt. Hann var sigurvegar, hann var vamlaus, hann var hreinn. Og sigurinn hans augljós. Þannig við getum alveg séð vonbrigðin hjá ódóminum sjálfum. En þetta er staðan. Og þegar þetta var allt saman gert, hann stígi niður til heljar fyrirgefðu. Hann stígi niður til heljar og kominn aftur upp eftir 3 daga. Og svo hann þarna með þeim í ykkur 40 daga að kenna þeim líklega og uppörfa þá og svona hvetja. Svo stígur hann þaðan upp til himinsins, sest við hægri hönd föðurins og eftir ykkur nokkra daga stofnar hann kirkjuna. Og við sjáum myndina kirkjunni í hópnum sem fylltist heilugum anda í loftstofunni. Og ekki bara fylltust heilugum anda, heldur komu allar gjafirnar líka með þessari fyllingu. Við munum að þeir töluðu tungum. Það er eina gjöfun Drottins. Þetta kom þá. Og þeir fylltust allir djörfung. En við veitum að því við þekkjum söguna, höfðu áður verið lafhræddir. Þeir þorðu varla út fyrir dyr. Og það var skiljanlegt. Það var ólga úti, það var reiði úti, það var heift úti og fyrir utan var fólk sem var tilbúið til að drepa. Þannig bara var það. Og þeir vissu þetta. Þeir sáu þetta. En svo kom kraftur heilags anda. Og Pétur stíga út á svalirnar, eins og við vitum. Hélt það ræðu sem að frelsuðust 3000 manns frelsuðust af þessari einu ræðu hans. Slíkur var nú mátturinn. Og þetta er sama í dag. Fólk að frelsast af orði Guðs. Fólki sem Pétur talaði til frelsast af orði Guðs. Þetta hafði ekkert í raun og veru með Pétur að gera. Og frelsum manneskja, mann og kvenna hefur ekkert með mig að gera. Né þig. En sumir frelsast fyrir mín og þín orð, sem er allt annað mál. Við gefum Guði dýrðina. Og við höldum áfram að byggjast upp á orði Guðs. Trúandi því að orð Guðs skeri og sníði. Sníði hvað? Burt það sem á ekki að vera. Til að mynda það að Satan sé að þvæla sér með, sem er ekki rétt. Ég segi og stend við og styð mig við orðið, Satan er sigraður. Hann getur ekki verið þessi
flækjufótur sem alltaf að þvælast fyrir mér þegar ég að fara að gera eitthvað í Jesú nafni. Nei, það sem þú byggir eitthvað upp í þér. Þú hefur byggt eitthvað upp í þér sjálfur sem skoppar upp við þessi andartök. Ekki henda þessu frá þér. Hugleitu þetta og þú munt komast að því að svona þetta. Áfellisdómur, engan veginn. En sannleikurinn hefur talað. Hann sem fer verður þinn sigurvegari. Orð Guðs sigurvegarinn. Þannig að þú skalt ekki vera feiminn við að leyfa orðin að tala til þín. Og jafnvel þó einhverju gamlir þangar hverfi víki af braut, þá það bara allt í lagi. Nýtt tekið við, nýtt kom í staðinn. Nýtt orðið til, segir orð Guðs. Og það með þetta nýja sem við þurfum að fá. Þetta nýja í mér og okkur, það hrindir út öllum eða alls konar kenningu sem að hafa gengið með okkur. Annarkvort hefur okkur verið kennt af öðru fólki eða við höfum byggt þetta upp í okkur sjálfum eins og við erum að tala um hér. Til að mynda þessi hugsun að já, hann bara komin að því ég að fara að gera eitthvað í Jesú nafni. Hver þekkir ekki þetta? Því oft höfum við ekki sagt þetta að því við finnum einhverja tilfinningu. Þannig þetta ekki bara úr lausu lofti gripið, en við finnum einhverja tilfinningu sem ekki notaleg tilfinning. Þess vegna höfum við orð Guðs. Þess vegna hvetur lifandi Guð okkur til að taka inn orð Guðs og gera að okkar. Og það getum við gert. En við verðum þá að vita hvað rétt og hvað þarf. Og vita það líka að við getum byggt upp í okkur alls konar. Sem veldur okkur kvíða, sem veldur okkur hræðslu, sem dregur úr okkur. Að þetta eru vondar tilfinningar sem að koma. Þetta vitum við öll. Já, við dróum fram blessaðan bankastjóran, eins og við vorum líka að tala um og kannski varstu þar, að margir voru svona kveið mest fyrir því að hitta þessa ágætu menn. Ég veit ekkert af hverju. En ég man alltaf eftir því man alveg bara svolítið svitnaði þegar maður var að fara til þessara bankastjóra. En þar gerðist ekki neitt. Maður settist þarna alveg svolítið vissum að fá ekki neitt og bara búin að draga fullt af myndum. Svo kom maður inn og maður fór bara út aftur með víxilinn eða ekki. Það var ekkert sem skeði. Það þetta sem við erum að tala um hérna. Víkbrött, Satan, hann kominn, hann þvælast fyrir mér. Þetta allt saman í okkur. Ég veit ekki hvernig þú kæri vinur og vinkona tekur þessu, en þetta það sem ég hef séð og ég hef reynt á mér sjálfum og ég manneskja rétt eins og þú. Mundu það. Með allt í mér sem þú hefur. En kannski hef það fram yfir að Drottinn hefur miskunnað sig yfir mig og leyft mér að sjá þessa hluti með þessum hætti. Hann sem sagt tók mig inn fyrir og ég get skoðað þetta þar og þar kom sannleikurinn í ljós. Og ég get dregið upp myndir frá mínu lífi til mér byggðu upp 100% sjálfur. Og kannski þetta angi af því sem seinna var þegar maður fór að Víkbrött, Satan, að þú mátti vera þar svona fyrir mér, ég var ekki að vinna guðsverk. Allir hann hafi ekki bara sjálfur klórað hausinu, hvað hann að gapa þessi maður? Ég kemst ekki að honum. Já, það skildi þú ekki vera. Það mikilvægt fyrir mig og fyrir okkur öll að við vitum deili á sannleikunum. Og ættum að minna okkur á það sem ekki sannleikur, eins og ég sé þetta, heldur á það sem sannleikur. Og þá ekkert rúm fyrir ódáminn,
Við segjum við hann, hei, þú ert sigraður. Og ég held að hún sé mjög illa við að vera myndur á þetta, en hann veit að svona er staðan. Hann er rúinn öllum. Hann á sér ekki von. En hann fer mikinn og hamförum í fólkinu sem er fyrir utan. Og sjá hann einhverju veikleika merki á kristnu fólki sem að því miður alltaf og oft gerist, þá er hann þar á varðbergi, já, núna maður, eða henni. Sömu næran, en ekki mér og ekki þér. Og við stakkur upp, að því við viljum það ekki. Að því við viljum stunda Guðs orð, leyfa orði Guðs að kenna okkur og vera hjá okkur og í okkur. Að því okkur líkar það betur. Og það er mitt og þitt hlutskipti. Og við viljum meira. Við viljum læra rétta kennslu og vita deili á hvernig þetta og hitt er. Þá hættum við að vikbröðsatan væri ekki að þvæla fyrir mér. Við segjum, hann er ekki þarna. Og hvað höfum við fyrir okkur í þessu? Það sem við verðum að tala um. Jesús fer í fylkingarbrjósti. Við verðum að skilja hvað í þessu orðum merkir, hvað þessi orð merkja. Fylkingarbrjóst merkir það í þessu tilviki að Kristur ryður brautina. Og þú gengur óhindrað eftir þessari brauta því það er búið að ryðja hana. Við getum séð þetta með snjómoksturstækin. Á fjallvegum eða hvar sem að snjór hindrar alla umferð. Sé snjórinn ekki ruddur af veginum, þá ferð þú þar ekki minn elskaði vinur. En eftir að snjóruðinni stækin hafa farið, þá er búið að ryðja brautina. Og hvað? Þú ekur hana eins og ekkert hafi skeð. Þetta er að vera í fylkingabrjósti og það má segja þarna að rauðnistækin séu þetta fylkingabrjóst. En Kristur er að gera sama. Hann fer á undan okkur í hvert sinn sem við ætlum að starfa í Jesú nafni. Tilfinningar mínar gætu komið upp nema ég hafi unnið bug á þeim og það er það sem við skulum hvetja hvort annað til að gera. Þannig að við skulum hætta að tala um það að hann standi fyrir mér. Fara að vinna upp aðra hugsun. Til að mynda hana sem við verið að tönnlast á hér, að Kristur fari í fylkingabrjósti. Það finnst mér miklu heilbrigðari hugsun. Svo fyrir utan það að vera margfalt réttari. Með það til hliðsjónar að Satan sé sigraður. Þá er hin hugsunin margfalt réttari. Það segir sér sjálft. En ég sé að þú ert að verða svolítið einkennilegur í framann. Og líklega ég var hann að tala ólengi, eða hvað, ég veit ekki hvað klukkan er. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson heldur þessu góða verki Drottins áfram og þakkar áheyrnina.